Hægt að borga með veðflutningi? Stutta svarið nei. Veðflutningur gamalt lán sem hvílir á eign kaupandans og hann ætlar að flytja yfir eign seljandans. En þetta eru ekki peningar sem þú getur sett áfram. Það ekki allir sem hafa átt að sjá þessu og ég hef haft virðulega eldri menn sem hafa staðið hérna bara á öskrinu fyrir framan mig hvort að ég hef fengið gráðuna mína í serióspakka fyrst ég skilji ekki að þeir ætla að borga með veðflutningi 30 milljónir. Hins vegar ekkert mál að flytja veðið en þá þarf náttúrulega að koma peningur á móti. Peningur sem kemur samhliða veðflutningi kemur venjulega úr eign kaupandans, annaðhvort nýju láni sem kaupandi setur á eignina eða peningum eða jafnvel veðflutningi úr annar eign. Veðflutningar eru frábærir að mörgu leyti en þeir flækja sannarlega lífið. Við getum verið með eignakeðju, 5 eignir í keðju og það ætla 3 að flytja veðin og það verið að flytja af og á eignum og það margar lánastofnun sem koma að þessu. Hins vegar, ef að þú til dæmis ert að selja eign og þú ert ekki búin að finna þér neina eign, þá getur samt flutt veðið og þá það flutt inn á svokallað handveð. Handveð bankabók sem hvílir í bankanum, þannig að bankinn hann tekur bara veð í peningunum þínum í staðinn fyrir fasteign. Þannig að það alltaf hægt að flytja veðið en það gífurlega mikilvægt átt að sjá því að veðflutningur ekki að sama og nýtt lán. Einnig þarf að þetta vera skýrt í upphafi. Ef að þú til dæmis gerir tilboð og segist að greiða með nýju láni við kaupsamning, þá gengur eiginlega ekki að ákveða síðustu stundu, jafnvel daginn fyrir kaupsamning, að þú ætlir ekki að koma með nýtt lán, þú ætlir að flytja gamla lánið. Vegna þess að það setur greiðsluflæði í uppnám því að staðinn fyrir að seljandinn sé að fá nýtt lán við kaupsamning, þá hann að fá greitt út úr veðflutningum þínum þegar þú fær greitt sem gæti verið eftir 2-3 mánuði. Þannig að lykilatriðið að hafa á hreinu hvernig tilboð lítur út áður en skrifað undir það.